Helstu tíðindin í fjórðungnum sjáum við hér. Voru gríðarlega ánægð með jákvæða ávöxtun í fjórðungnum í mjög krefjandi umhverfi. Markaðirnir mjög krefjandi annan fjórðunginn í röð og flestar vísitölur í mínus, en okkur hafðist að hafa jákvæða fjárfestingartekjur upp á 330 milljónir eða 0,8% ávöxtun. Og nú við sendum frá okkur tilkynningu fyrir nokkru þar sem við erum að bíða eftir samþykki Seðlabanka Íslands endurkaup upp á 1 milljón hluti. Varðandi vátryggingareksturinn, þá uppfærðum við horfur í fjórðungnum. Það var svona einkum og sér í lagi tvennt sem ýtti okkur þar yfir þann þröskuld. September var tjónað þyngra en við gerðum ráð fyrir og ég kem nánar að því á eftir. Þá er það þannig að sveiflur í efnahagsumhverfinu eru með þeim hætti höfðu töluverð áhrif á rekstrarniðurstöðu fjórðungsins og ársins og þar með horfur ársins, og ég mun líka koma betur á því á eftir. En allt að öllu erum við að hækka horfurnar sem nemur 3%, sem er það sem við höfum metið þann hluta sem að til kemur vegna verðbólgu breytinga á árinu. Nú, fjórðungurinn var tíðindamikill og það er mikill kraftur í allri starfsemi í félaginu. Það var gríðarlega gaman að segja frá því að við erum að stofna SIF eignastýringu og erum þar með að stíga þau skref sem við gerðum umtalsefni á síðasta aðalfundi félagsins, og Arnór mun koma aðeins betur inn á þetta á eftir. Ökuvísir gengur vel. Þetta salan og vinnan í þar er orðin dálítið sjálfbær. Við erum að sjá mikinn vöxt í sölu og sölumeðsli í fjórðungnum, og þetta er sannarlega vara eða trygging sem er komin til að vera. Og síðan erum við að horfa fram á það að setja vildakerfið í lofti 1. nóvember, og þar sem við erum fyrst íslenska tryggingafélag að verðlauna tryggð með gagnsæjum hætti. Nú, lykiltölur úr rekstrinum sjáum við hér. Iðgjöld 6,3 milljarðar tæpir, samsvörunarhlutfall í fjórðungnum 99,6%, ávöxtun fjárhagna jákvæð og afkoman mínus 70 milljónir, og gjaldþolshlutfallið að teknu tilliti til endurkaupanna 1,58. Ég bendi sérstaklega á töluna í rekstrarreikningnum sem er tæknilega vaxta- og gengisbreytingar vátryggingarskuldar, mínustala 166 milljónir. Ég mun koma aðeins betur á því á eftir. Fyrir 9 mánuðina sjáum við tölunar hér. Iðgjöldin tæplega 18 milljarðar, samsvörunarhlutfall 101,2, arðsemi eigið fjár 2,6%. Lítum þá aðeins á vátryggingareksturinn og horfum fyrst á iðgjöld. Iðgjöld fjórðungsins vaxa þarna 5,6% borið saman við sama fjórðung í fyrra. En það er ánægjulegt að horfa til þeirra hækkunar sem að við sjáum á bókfærðum iðgjöldum. Það er að segja þau iðgjöld sem að við bókfærum í fjórðungnum voru saman við iðgjöld sem voru bókfærð í fjórðungnum fyrir ári síðan, en þar sjáum við 9% aukningu. Það er rétt að hafa í huga, og ég kom að því áður, að í svona rekstri sem þessum, að þegar að verðbólgan er jafn mikil og hefur verið á þessu ári, stór hluti eða stærstu hluti af iðgjöldum ársins endurnýjast í janúar og fyrstu mánuðum ársins, og þau koma inn í bækurnar okkar, og þau eðlilega hækka ekki sem nemur verðbólgunni, en meðan tjónin gera það innan ársins. Þannig að það er alltaf ákveðið lakk í því þegar verðbætt iðgjöld koma inn í bækurnar okkar. En við sjáum það í bókfærðu iðgjöldum tímabilsins 9% hækkun gefa til kynna hvað það er sem að það hækkun sem er í gangi í kerfinu almennt. Það er sem sagt þessi stígandi iðgjöldum, og við sjáum það á myndinni hérna niðri hvernig það er að þróast. Við gerum þarna umtalsefni ökuvísi. Við erum að sjá aukningu í sölu, og þetta er vara sem selur sér dálítið sjálf. Viðskiptavinir þurfa að klára þetta sjálfir í appinu, og við höfum séð þarna 5-földun í sölu milli ára. September var söluhæsti mánuður frá upphafi, og við höfum aldrei séð hærra hlutfall nýrra viðskiptavina en við erum að sjá núna. Það er líka gríðarlega mikilvægt í þessari vöru, og við höfum fjallað ítarlega er ekki bara það að fá viðskiptavin inn og fá iðgjöld, heldur og ekki síst að sjá þá þróun sem við sjáum með hegðun og aksturslagi þeirra sem eru þarna inni,
að það er gott og í takt og meira að segja betra en upphaflegu væntingar voru. Þannig að fá aðila þarna inn, bæta akstursslag, lækka iðgjöld en einkum og sér í lagi lækka tjón sem er klárlega hagur allra sem að málinu koma. Síðan þarna myndin niðri hægra megin viljum við gera sérstöku umtalsefni varðandi þá vinnu sem er í gangi við vildarkerfið sem við erum að fara af stað með. Við höfum verið að tala virðiseinkunn viðskiptavina í fjárfestakynningum þar sem við erum að fjalla flokkun viðskiptavina eftir virðiseinkunn og hvernig virðiseinkunnin hefur sannarlega áhrif á vænt tjón viðskiptavina. Þarna erum við á einfaldan máta að sýna viðskiptavinum og tala við viðskiptavinum það út frá þessu flokkun, demantur, gull, silfur og brons og það sjáum við þarna hvernig tjónshlutfall þessara flokka er mismunandi. Og þennan máta ætlum við að tala við viðskiptavini, útskýra viðskiptavinum og flokka þá í þessa hópa með tilheyrandi afsláttar og kjörum. En gleymum því ekki að stór þáttur í þessu er tryggð, þannig að þetta tengist allt saman og við bindum mikla vonir við það að þetta verði hjartað í okkar samskiptum við viðskiptavini og gefa okkur tækifæri til þess að tala við þá, skilja þá og mæta þeirra þörfum varða tryggingar. Ef við horfum á tjón fjórðungsins, þá voru þau eilítið yfir okkar væntingum og það skýrist einkum og sér í lagi að tvennu. Annars vegar þarna niðri vinstra megin þar sem við horfum á tjónshlutfallið. Þar sjáum við að hækkandi verðbólguspá Seðlabanka Íslands sem var sett fram í ágúst, hún hefur áhrif á tjónaskuldina því að hækkandi verðbólguspá segir okkur í okkar útreikningum að væntingar greiðslur framtíðarinnar hækki og það hefur áhrif sem nemur 3,2% á tjónshlutfalli í fjórðungnum. Við sjáum þarna líka á myndinni hægra megin að fjöldi skráðra tjóna var hár í september. Við sjáum þetta líka hérna í mars en það er líka hérna í september og það svona ákveðin outlier, getum við sagt, í því sem við höfum verið að sjá. En það er auðvelt að rifja upp núna hvað það er, en þetta var einkum og sér í lagi þessir tveir óveðursdagar sem komu hérna í september sem telli hérna mikið inn. En það er líka áhugavert að sjá að það var ekkert tjón eða atburður í fjórðungnum sem er yfir 100 milljónir, en fjöldi skráðra tjóna var hærri en við væntum og þetta tvennt, það er að segja fjöldi tjóna skráðra og verðbólguspáin, það var það sem ýtti okkur yfir að fara að breyta horfum ársins. Ef við horfum síðan á starfsemina, þá sjáum við þarna samsetta hlutfallið rolling síðustu 12 mánuði og rekstrarkostnaðinn og varðandi rekstrarkostnaðinn erum við bara á þeirri vegferð sem við höfum talað og áætlun okkar í takt við það sem raun í takt við okkar áætlanir. En mig langar að gera enn og aftur að umtalsefni þessi áhrif vaxta og verðbólgu á vátryggingarekstur. Við fáum iðulega fyrirspurnir þetta og líka núna í kjölfar að hafa birt uppgjörið í gær þessi áhrif. Og almennt og yfirleitt virkar það þannig eins og myndin hérna niðri vinstra megin í öllu eðlilegu umhverfi og þá voru hérna með dæmi að ef að verðbólguvæntingar aukast að þá almennt og yfirleitt hækka fjárfestingartekjur. Það hefur neikvæð áhrif á tjón tímabilsins. Samsettarhlutfallið lækkar og ávöxtun fjárhagna hækkar. Ef að vextir hækka þá kemur það inn á núvirðingu tjónaskuldar þá hækkar það hefur ekki áhrif á tjón tímabilsins eða samsettarhlutfallið heldur kemur inn í þessa tæknilega vaxta- og gengisbreytingar. Þetta held ég að við séum öll búin að ná nokkuð vel og áhrifin sem þetta hefur þá þar með líka á fjárfestingartekjur. En í þessu fjórðungi sem var verulega sérkennileg hvað þetta varðar og sveiflurnar miklar og við notum eins og segi verðbólguspá Seðlabankans til þess að setja þetta inn í okkar módel og verðbólguspáin frá ágúst nokkuð umfram verðbólguvæntingar á markaði í dag. Og almennt og yfirleitt þá jafnast þetta út því ef að verðbólguvæntingarnar aukast þá ættu vextirnir að hækka. En
Í þessum fjórðungi þá hækkar þessi verðbólguspá eða verðbólguvæntingarnar en EIOPA vextinni sem við notum til að núvirða vátryggingaskuldina, hún hækkaði ekki heldur lækkaði lítilsháttar. Þess vegna eru þessi kemur þetta inn sem til gjalda í rauninni tjónamegin og í samsettu hlutfallinu. En þessi tæknilega vaxta- og gengisbreytingar í rauninni mínus en í öllum tilfellum mætti það að vera plús í þessum fjórðungi. En til lengri tíma á þetta að jafnast út en á svona stuttum tíma eins og fjórðungur að þá getur þetta birst með þessum hætti. Þarna munur upp á rúmlega 200 milljónir sem hefur neikvæð áhrif á afkomu félagsins sem að endaði eins og fram hefur komið í 70 milljóna tapi. Við höfum gríðarlega gaman að tala um þetta og ekki tala um þetta í marga klukkutíma og það hefur verið ánægjulegt að eiga samtöl við aðila þetta sem hafa komið og hitt okkur og enn og aftur þetta eru þættir sem hafa mikil áhrif á reksturinn og skiptir máli að allir skilji og þeir sem vilja ræða þetta frekar eru velkomið á töflu í skrifstofunni hjá okkur í ármálunum. Talandi um efnahagsreikninginn, þarna tjónaskuldin hefur vaxið 700 milljónir. Víkjandi skuldabréf, þar hefur hækkað verðtryggð bréf, annað svona seasonal breytingar. Ég ætla að fá Arnór til að fjalla þessu fjárfestingar þegar koma líka aðeins inn á stofnun SIF. Arnór. Já, takk fyrir það Helgi. Ég ætla að byrja á að renna aðeins yfir fjárfestingartekjur fjórðungsins. Okkur hefur verið tíðrætt það eins og í síðasta fjórðungi að við lifum á mjög sérkennilegum tímum á mörkuðum eins og fer væntanlega ekki fram hjá markaðsaðilum og annan fjórðunginn í röð erum að upplifa það að bæði skuldabréf og hlutabréf að lækka í virði, allan það er vísitölu sem við erum að horfa til og í því ljós náttúrulega mjög ánægjulegt að geta sagt frá því að við erum í jákvæðar fjárfestingartekjur í fjórðungnum upp á 335 milljónir. Vissulega eru skráðu verðbréfin okkar að lækka í virði, bæði skuldabréf, ríkisskuldabréf og skuldabréf sveitarfélaga eru niður 115 milljónir. Fyrst og fremst verðtryggðu bréfin sem eru að lækka í fjórðungnum. Skráðu hlutabréfin eru niður 265 milljónir eða 2,8% sem þó umfram vísitölu sem lækkaði 4%. En á móti erum við að sjá hækkun á öðrum skuldabréfum sem fyrst og fremst fyrirtækjaskuldabréf, vextir og verðbætur og á öðrum hlutabréfum sem eru á annars vegar virðishækkun á óskráðum hlutabréfum og hins vegar gengishækkun á framtakssjóðum. Og við tökum þarna fram að kontrólant telur 100 milljónir króna. Við erum að færa gengið úr 12.800 í 14.000 eins og kemur fram á næstu glæru. En að öðru leyti þetta gengishækkun á framtakssjóðum. Ávöxtun fjórðungsins 0,8% yfir á þriðja fjórðungi og eins og sést á grafinu niðri hægra megin þá er umtalsvert lægra heldur en á liðnu ári og frá áramótum eingöngu 2,6% sem veruleg breyting milli ára. En hafa ber í huga að eftir 2 ár gríðarlega jákvæðra eignamarkaða eftir mikla peningaprentun og lága vexti þá erum við í raun og veru bara að glíma við allt annað umhverfi á mörkuðum í dag. Við erum að sjá töluverðar vaxtahækkanir, við erum að sjá Seðlabanka heimsins glíma við mikla verðbólgu og eins og segja eftir mjög mikla peningaprentun að horfa fram á mögulegt framboð frá seðlabönkunum sem áður var eftirspurn á skuldabréfamörkuðum og það mun hafa áhrif. Þetta eitt af því sem við höfum haft í huga í eignasafninu og við höfum verið að draga úr áhættu í eignasafninu okkar og sem sést til að mynda einhverju leyti á hlutföllunum þar niðri vinstra megin að vægi skráðra hlutabréfa 21%. Þess bara getur þetta fór hæst í 30% á liðnu ári, þannig að við höfum verið að selja skráð hlutabréf. Vissulega hafa önnur hlutabréf verið að aukast en fyrst og fremst kemur það út af virðishækkunum, Geretsits og Kontrólant, það hefur okkur verið tíðrætt lausafjárstaðan tiltölulega há í samanburði og við höfum verið að auka á vægi ríkisskuldabréfa. Þetta endurspeglar síðan ef við horfum líka ofan í eignasafnið að það sem við höfum verið að gera sem líftímann, við höfum verið að halda honum tiltölulega stuttum á skuldabréfasafninu, hann telur 2,7 ár í lok þriðja fjórðungs, var kring 2,6 ár á öðrum fjórðungi, en þetta telst tiltölulega stutt í skuldabréfasafni. Við höfum verið að draga úr verðtryggingarhlutfallinu, það fyrst og fremst út af því að við höfum verið að draga úr meðalöngum og löngum verðtryggðum skuldabréfum og þannig það bara það ekki greiðlegt framboð af styttri verðtryggðum skuldabréfum en við höfum reynt að grípa það sem þar hefur fengist til að verðtryggja okkur einhvern hátt sem telur þarna 45%. Við erum fjárfestir í erlendum skuldabréfum
En hafa bara í huga að þar höfum við einnig verið að draga úr áhættu, við verðum að fara út úr fyrirtækjaskuldabréfum erlendis og minnka vægið og þið sjáið að þetta telur einhver 11% af heildarsafni og hefur verið meira áður. Og hafa bara í huga líka að 25% eða þar í kring á fljótandi vöxtum í skuldabréfasafni sem virkilega gott í hækkandi vaxtaumhverfi. Nú við færum okkur síðan í hlutabréfaeigna þá áhugavert að sjá að tvær stærstu eignar okkar eru óskráðar hlutabréfaeignir og það hefur ekki verið áður. Við erum ekki með margar skráðar hlutabréfaeignir umfram 1 milljarð, þið sjáið Arion banka, Hampiðuna sem skráð First North og Íslandsbanka og svo Brim. En þetta endurspeglar svolítið líka það að við höfum aðeins verið að draga úr vægi skráðra hlutabréfa. Það eru ekki miklar virðisbreytingar á óskráðum eignum í fjórðungnum en það fyrst og fremst í Controlant. Þið sjáu þarna lítilsháttar breyting á Kerecis, það kemur eingöngu út af því að við áttum breytanlegt skuldabréf á félagið og nýttum þann breytanleika og keyptum að lægra gengin var skráð í bækurnar og það markast það sem lítilsháttar hækkun. Þannig að vissulega krefjandi tímar og það eitthvað sem við erum aðeins að horfa til í okkar fjárfestingar ákvörðunum. En ég ætla aðeins að gera umtalsefni varðandi SIF. Við tilkynntum það á fjórðungnum að við varum að fara að stofna eignastýringarfélag. Af hverju eignastýringarfélag fyrir tryggingafélag? Við höfum verið að horfa undanfarin ár á leiðir til útvíkunar starfsemi hjá VÍS og í grunninn horfum við á hvað VÍS þetta tryggingafélag, hvað tryggingastarfsemi, það vissulega annars vegar tryggingastarfsemi og hins vegar fjárfestingar. Og það sem VÍS hefur líka mjög stór og sterkur viðskiptavinahópur, sterkur hluthafahópur og fjárfestingar geta upp á 40-45 milljarða. Ef við tökum þetta allt saman þá teljum við mjög góðan kost fyrir okkur að færa okkur yfir eignastýringu með því að nýta þessa stærðarhagkvæmni sem til staðar í félaginu og stíga þetta skref og stofna sjálfstætt félag utan fjárfestingar félagsins og útvíka starfsemina út í sjóðastýringu. Við erum í sjálfu sér ekkert að finna upp hjól í þessu og ef við horfum út fyrir landsteinana þá eru mörg tryggingafélög sem hafa stigið þetta skref og nýtt þessa sterka efnahagsreikninga og þetta bakland sem þeir hafa og við nefnum sem dæmi Allianz, Generali og Mandatum í því dæmi. Varðandi hlutahópinn sem kom aðeins inn á það, þá mun VÍS eiga ráðandi hlut í félaginu, starfsmenn munu fara með hlut í félaginu en VÍS verður eitt með virkan eignarhlut í þessu félagi. Starfsemin hefst í raun og veru bara leið og starfsleyfi kemur frá Seðlabankanum. Það tekur tíma að sækjum sem starfsleyfi fyrir rekstraraðili sérhæfðra sjóða og með viðbótarheimild til eignastýringar. Það mun okkar bjartsýnustu spár að þetta verði í upphafi næsta árs. Það sem við munum gera að eins og ég sagði fjárfestingarfélagsins færast inn í félagið. Við Guðmundur munum halda áfram að stýra eignasafni VÍS og það verður í sjálfu sér engin breyting þar á. Við höfum ráðið Þorkel Magnússon til að leiða sjóðastýringu félagsins og flestir kannast mjög vel við hann með áratuga reynslu af fjárfestingum og sjóðastýringu. Þar að auki hefur hann byggt upp fjármögnunarsjóði, kreditsjóði hjá Stefni fyrst, svo hjá Öldusjóðum og svo hjá Kviku. Þannig að hann kemur gríðarlegt virði að félaginu á mörgu leyti. Þar að auki munum við ráða 2 starfsmenn inn í sjóðastýringuna, þannig að í upphafi förum af stað, í upphafi næsta árs gerum við ráð fyrir að vera 5 starfsmenn í þessu félagi. En stóra málið í þessu að stýring eignasafns verður áfram í óbreyttu horfi, en á móti ættu hluthafar VÍS að horfa til þess í stað þess að 2 eru að horfa eingöngu á eignasafn VÍS, þá koma náttúrulega hugmyndir frá fleiri aðilum inn í eignastýringarfélaginu sem hefur klárlega virði fyrir félagið. Við munum stofna sérhæfða sjóði bæði til handa almenningi og til handa fagfjárfestum í mismunandi eignaflokkum og það komum við bara betur inn á síðar þegar þar kemur. En stóri punkturinn í þessu eins og ég segi, vera áfram með afburða ávöxtun fyrir eignasafn VÍS, auk þess að horfa á arðsemi af eignastýringu sem ætti að vera mjög gott fyrir hluthafa VÍS og það sem kannski einn líka stór punktur sem ég glemdi að minnast á að í þessari vegferð að við erum að búa til nýja starfsmenn fyrir félagið, raun og veru þriðju stoðina, það kallar á til litla fjárfestingu fyrir félagið og litla bindingu eigið fjár. Þannig að við sjáum gríðarlega marga kosti í stöðunni til að fara í þessa framkvæmd. Takk Arnór. Horfandi til gjaldþols félagsins og gjaldþolshlutfalls, þá sjáum við það að það komið yfir mörkin 1,7 og í 74 en að teknu tilliti til væntra endurkaupa það 1,58. Breytist lítillega í fjórðungnum en það alveg markaðsáhætta sem áhrif á gjaldþolskröfuna
vegna lækkunar á hlutabréfasafninu og symmetric adjustment parametrinum. Nú hluthafaglærran vek kannski sérstaklega athygli á grafinu uppi vinstra megin þar sem við erum að tala greiðslur til hluthafa en að teknu tilliti til væntra endurkaupa erum við þá að horfa til rúmlega 5 milljarða greiðslna til hluthafa á þessu ári, 3,5 í arði og svo þarna þessi milljón hlutir sem við væntum að greiða í endurkaupum þar sem eftir ársins. Nú svona rétt í lokin langar okkur að gera að umtalsefni sjálfbærni og þá vinnu sem þar í gangi. Við höfum talað þetta annars slagið á fjárfestakynningum. Þetta er liður og hluti og verkefni og vegferð sem skiptir okkur miklu máli. Það er mikil vinna inn í félaginu allt árið kring, hvort sem það kemur að starfsmannamálum, mannauðsmálum, tjónaþætti eða fjárfestingum og þá er ánægjulegt að fá ákveðna viðurkenningu á því sem vel er gert og þarna erum við einkar ánægð með góðan árangur í mati reitunar á þeirri vinnu sem er í gangi. Og ég þarf nú kannski ekki að fara í gegnum það alla þessa þætti en við sjáum þarna hvaða þættir eru að spila inn í og hvaða verkefni eru í gangi og aðgerðir okkar í umhverfismálum, kolefnisbinding, starfsánægja og launamunur telur allt inn og ekki síður fjárfestingamegin UNPRI, innleiðing ISO-staðals og ökuvísir sem dæmi tryggingu og aðferð þar sem við erum sem lítum mjög mikið að sjálfbærni og þessum viðfangsmálum. En einkar ánægjulegt að sjá þessa viðurkenningu og þessi skref, en þetta er skref og við ætlum okkur meira og við munum halda áfram á þessari vegferð. Að lokum þessi glæra hér þar sem við ítryggum breyttar horfur ársins. Við væntum þess að samstæðarhlutfall félagsins verði á bilinu 98–100%. Þetta er hækkun 3% stig frá fyrri horfum ársins sem einkum og sér að lagi skýrist af hækkandi verðbólguvæntingum ársins sem við erum að meta til að sé þessi 3% munur. Það eru aðstæður og áhrif sem við getum ekki haft áhrif á og getum ekki sett inn í áætlun okkar í upphaf ársins. En þetta hefur klárlega áhrif á samstæðarhlutfallið eins og við höfum margoft farið yfir. En langtímamarkmið félagsins er óbreytt, samstæðarhlutfall 95% og arðsemi eigin fjár 15%. Að þessu sögðu vildi ég bjóða upp á spurningar ef einhverjar eru. En ítreka líka að við erum búin og höfum mjög gaman af og lærum að fá heimsókn og taka spjall tryggingar og markaðinn almennt. Ég sé ekki hendur á lofti og þar með þakka ykkur fyrir góðan fund og eigið góðan dag. Takk.